I vet inte. Ja, vi vet det kan. أنا أيضا الكاميرا شو كان سبيسكم كان في بس Ja. الكاميرا
Nej, nej. Dat kan ik je willen met. Je sushi. Nee. Niet wat spelen. Nee. Je vindt zo wedstrijd. Ja, muzikale onderwerpen die zijn je vindt altijd zwemmen. Zo nou maar gaan je vindt geen mij. Ja, die voor een kind die in het Ja.
7 ára. Það getur verið eldri, 10 ára kannski. Ég bara veit ekki. En ég veit ekki hvort þessi pappi og Nei, það Silja. Amma, er ólastur? Já, já. Anni er þetta ekki að hann sinni? Já. Það er fullt að passa vel krakkan. Já. Fullt að stresslegur. Já. Hún fer nú ekki neitt. Hún fiktir ekki. Það er ekki standfullt stand. Nei, það er bara... Það var áfylgist. Já. Takk annars. Þessa líka bara frá smá streymi á okkar. Já, ég ber. Já, ég er þess að dóttir Alfa. Já. Já, þessi skynni þau vilja vera fremst alveg. Já, við byrjum bara þannig. Já, við komum það fyrir. Já, ekki þá. Ég bara verða það. Það voru fremstum. Já. Við bara búið þá bara komum við. Bara þau komum. Ég stýri ekki. Já. Hengir ykkur á pressu eða? Nei. Þú erum mikrofónum. Já. Opnið bara gluggann. Vorum við kannski að? Jú. Jú, ég vissi alveg af henni, sko. Slappu. Það er svo mikið vindur. Já.
Það hlaðið upp á hún. Örlítið núna eins og maður. Ég átti ykkur öllum hér innilega samúð mína. Það eru ástvinir, fjölskylda og nágrannar Tómas. Við skulum leyfa okkur að
hefja þessa stund með því að leggja hana í Guðs góðu hendur og leið allt sem við tökum með okkur hingað inn í dag. Við gerum það með því að signa okkur saman og segja í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Megi náð Drottins, friður hans og kærleikur sem öllu ofar varðveita hugsanir okkur og hjörtu hér á þessari stundu og alla tíma. Við skulum biðja saman í Drottins nafni. Almáttugi eilífi Guð og Faðir, þú sem ert Drottinn, miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, uppspretta lífsins og ljós. Við þökkum þér fyrir það að þú ert okkur nærri á þessari stundu. Og við biðjum þig að líta til okkar í náð og af kærleika þínum og heyra bænir okkar og hugsanir við leggjum í þínar hendur og áköllum þig í sorg okkar og söknuði og biðjum þig að styrkja okkur öll hvert og eitt. Leiða okkur og hjálpa með huggun þíns heilaga orðs og nærveru þinnar sem að engum bregst til þín leitar og á þig vonar. Já, þú ert almátti og miskunnsami Guð, veikum styrkur. Þú ert þreytum endurnæring og sorgbitnum huggun og þú ert hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Við biðjum þig að hjálpa okkur til að öðlast trú og vona á þig og treysta nálægð þinni og kærleika öllum stundum. Fyrir Jesú Krist, Drottinn okkar og frelsara. Við biðjum í nafni hans. Amen. Við til þín, æra til þín, það þótt öll sé krossuð mín. Skal hjálpa mín, æra mín til þín, æra til þín, æra til þín. Sverðinum frá móður í kringum mig kom í seg. Sjá þeim og mín æra mín Guð. Æra mín Guð til þín, æra til þín. Syndur frá sól og stigans gröf. Oh,
til þín. Til þín. Ég lá í hælum að hljóta á einni stund og stafströmmum og sól. Ljómið samt harpar mín, æra mín gullfín. Ég les fyrir okkur úr spádómsbók Jesaja, 43. kafla þar sem segir: En nú segir Drottinn svo, sá sem skóp þig og myndaði þig. Óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Gangir þú gegnum vötnin ég með þér. Gegnum vatnsföllin þá flæða þau ekki yfir þig. Gangir þú gegnum eld skalt þú ekki brenna þig. Og loginn mun ekki granda þig. Því að ég Drottinn Guð þinn og þú ert dýrmætur í augum mínum, mikils metinn og ég elska þig. Óttast þú ekki, því að ég með þér. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Og dýr sé Drottni. Amen. Ísland ögrun stórri við verma þig. Á brjóstum og lestaðir. God skapar, vertu blessað, blessi þig, blessað náttúr allt. Ísland stóri við nefna sem á brjóstum vorið og blessaðir. Sem á brjóstum vorið og blessaðir. Við skulum leyfa okkur að rísa úr sætum og að heyra heilagsguðspjall. Hljóðar svo í Drottins nafni. Les ég fyrir okkur úr Jóhannesarguðspjalli, þar sem Jesús situr með vinum sínum á kveðjustundu. Guð hreistir þá og talar til þeirra vonarorð. Og hann segir: hjarta ykkar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Og væri ekki svo hefði ég þá sagt ykkur að ég færi burt að búa ykkur stað. Og þegar ég farin burt og hef búið ykkur stað kem ég aftur og tek ykkur til mín, svo að þið séu líka þar sem ég er. Og veginn þangað sem ég fer þekkið þið. Tómas segir við Jesú: Drottinn,
Við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og ef þið hafið þekkt mig, munið þið og þekkja föður minn. Og héðan af þekkið þið hann og hafið séð hann. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og loft sé Kristi. Og sæl erum við öll við heyrum Guðs orð. Varðveitum það í hjörtum okkar og breytum eftir því. Amen.
blessa þær frá því. Náð og friður frá Guði, Guður okkar og drottni Jesú Kristi sé með okkur öllum hér í dag á þessari stundu og allan tíma. Kæra fjölskylda, ástvinir og samfara fólk Ómars. Það eru margar tilfinningar, veit ég, minningar sem að leita á ykkur núna og okkur öll þegar við komum saman til þess að kveðja. Hann Ómar sem að nú hefur kvatt þetta líf, 83 ár, rétt það bil, eru að baki og það er löng ævi. Og við hefðum gjarnan vilja fá aðeins lengri tíma með Ómari, þá er það langur tími sem er að baki og það er tími sem er uppspretta fleiri minninga og þakkarefni en við þetta getum náð utanum hér og nú eða talið. En allt leita það á okkur hér á þessari stundu og þannig er það og þannig á það að vera. Og ef við gætum nú, skrifa lífshandritið sjálf, eins og við vildum hafa það, þá væri það einhvern veginn svona, þó að það sé alltaf eitt og annað sem að við hefðum viljað hafa kannski með aðeins öðrum hætti, en að fá að lifa þetta lengi. Fá að fylgja fólkinu sínu jafn lengi og raun ber vitni, fylgjast með börnunum sínum, barnabörnunum sínum, vaxa úr grasi og njóta alls þess sem að því fylgir. Meira auðvitað getur maður ekki beðið Og það eru forréttindi og þakkarefni að fá að kveðja ástvin eftir jafn langan tíma og það er ekki öllum gefið í hverfulum heimi eins og við vitum. Og við fáum að gera þetta hér í dag saman. Þegar við kveðjum Ómar og leggjum hann til hinstu hvíldar og þökkum fyrst og síðast fyrir þann tíma sem okkur var gefinn með honum og fyrir minningarnar allar sem að eftir standa og við eigum og við leyfum að tala til okkar hér og nú. Og Guð leiddi Ómar inn í þetta líf og hefur kallað á hann aftur til sín, þar sem hann hvílir alla eilífð, umvafin elsku hans og friði. Og hér erum við eins og við erum og kveðjum og þökkum fyrir allt. Ég las hér áðan fyrir okkur úr þessum forna texta sem við eigum í Jesaja-ritinu svokallaða, þar sem segir ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Og ég leiði nú gjarnan hugan að nöfnum fólks og Ómar er afskaplega fallegt biblíunafn, merkir mælskur og Ómar er sá sem kann að fara með orðin. Og ég er líka vissum að margt sem Ómar sagði og hafði að segja í gegnum árin komið til ykkar á þessari stundu, orð og samverur sem að skildu svo margt og mikið eftir sig. Og Guð kallar okkur hvert og eitt inn í þetta líf, það er ábyggilegt og hann leiðir okkur líka í gegnum lífið allt, frá einni stundu til þeirra næstu. Rétt eins og enginn væri annar til en bara ég og þú. Og hann sleppti ekki hönd sinna af Ómari, heldur leiddi hann inn og út í gegnum þetta líf allt. Og þó að 83 ár séu ekki langur tími á alheimsskalanum, þá er hann auðvitað langur á okkar mælikvarða og fyrir þann tíma og fyrir allt sem á honum fylgdi getum við einungis þakka fyrir. Ómar hann fæddist
í Reykjavík þann 20. og 8. maí árið 1942 þar sem hann ólst upp hjá móður sinni, Amalíu Karolínu frá Garðsenda í Eyrarsveit á Snæfellsnesi og var hann eina barn móður sinnar. Og faðir Ómars var John Harvey, skoskur maður sem dvaldi hér á landi á vegum Bretahers og Ómar hann kynntist ekki föður sínum og sótti það á hann alla tíð en það var svo undir loka ævinnar. Ómar komst í tengsl við föðurfólki sitt í Skotlandi og hafði það mikla og djúpstæða þýðingu fyrir hann og var honum ákaflega dýrmætt. En Ómar átti sín uppvaxtar ár í Reykjavík en dvaldi jafnframt mikið í sveitinni hjá móðurbróður sínum, Steina á Snæfellsnesi og átti þar afskaplega góða tíma með móðurfólkinu sínu þar. Það naut hann sín vel og þótti gott að vera þarna í sveitinni innan hestana og dýrin sem hann var svo elskur að alla tíð. Og sem ungu maður í Reykjavík þá var hann líka alltaf í kringum hesta og reið út með vinum sínum meðan hann var í námi. En Ómar hann kláraði barnaskólann og byrjaði svo fljótlega þar og eftir nám í vélstjórn við stýrimannaskólann. Og áður hafði hann tekið próf í rennismíði hjá vélsmiðinni Hjeðni í Reykjavík og var ákaflega hagur og hann stundaði líka sjóinn, byrjaði þar ungur og var að meðfram námi á sjó. Og ekki höfðu nú mörg ár liðið áður en Ómar og Sigga hófu sem búskap. Þau höfðu raunar hist þegar á unglingsaldri. Móðir Ómars þekkti heimilisfólki í Villingaholti í gegnum systur Siggu og þannig atvikaðist það á sinni tíma þau hittust. Þegar Ómar var á ferð í sveitinni ásamt móður sinni og ég veit að Sigga varð alveg ægilega hrifin á honum. Enda svo sætur og laglegur og skemmtilegur ungur maður eins og hún sagði. Og þarna eru við rétt innan við tvítugt og svona fljótt líður tíminn. Ómar var þarna búsettur í Reykjavík en kom sér í sveitina í heimsókn til Siggu og svo var það á öðrum degi í jólum árið 1970 þá fengu þau í hjónaband og svo hófu þau búskap sinn á Grund árið 1972 og húsið var byggt í áföngum eins og vanalegt var í þá daga og unnið við það í rólegheitum þar til allt var tilbúið og fjölskyldan, hún stækkaði líka í áföngum. Kristján Björn fæddist árið 1969 og Amalía Karolína árið 1970. Og Ómar hann vinnur á sjónum á þessum árum. Sigga hélt utan um búskapinn og kindurnar og Ómar var svona hliðarbóndi, má segja. Kom í mánuð í júlí til að heyja og búskapurinn hann var á ýmsa mælikvarða dagsins í dag, nokkuð fábrotinn eins og vildi vera til sveita á þessum tíma. Ekkert vatn og rafmagn var til staðar til að byrja með og liðu nokkur ár þar til það komst á. Ómar hann hafði verið í millilandasiglingum og farið víða um heim. Starfaði eftir það tíma við Búrfellsvirkjun en sjómannsstarfið kallaði og var hans ævistarf og það var eins og nærri má geta bindandi og kallaði á fjarverur og það fól í sér ýmsar áskoranir á vettvangi hversdagslífsins en fjölskyldan var samhent og stillti saman strengi í öllu því sem að þurfti að gera. En Ómar hann stundaði sjóinn alveg fram til ársins 1998 það bil, meðal annars á togurum frá Bolungarvík og Þorlákshöfn og hann var dugmikill sjómaður og vélstjóri og gætti þess vel að allt í kringum sig væri í lagi og virkaði vel. Og Vestmannaeyjar voru síðasti viðkomustaðurinn á sjóferlinum. Þá sigldi
Ómar Sigurvíkinni frá Þorlákshöfn til Eyja. Og næsta dag eins og það vildi til þá fór Sigurvíkin í aftakaveðri. En þau tökum við efri ár. Er heima á Grund þar sem Ómar naut starfsloka sinna og sveitarinnar. Gróðursetti tré og las bækur eins og enginn væri morgundagurinn, grúskaði og leitaði upp í fróðleik eins og hann hafði svo ríka tilhneigingu til að gera. Og þegar á allt er litið þá væri þetta hægt að sitja hér afskaplega lengi og rifja upp minningar og sögur af Ómari sem ég veit að þið eigið öll hvert og eitt svo mikið af. Og tíminn hér og í rauninni engin tími endist til þess að gera því öllu skil. En við tökum það þetta allt með okkur. Og það mun áfram fylgja okkur og nær okkur í lífinu hvert sem að leiðin liggur. Minningarnar eru ykkar og ég veit að þið eigið það svo margar og ómetanlegar. Minningar sem að ylja og styrkja og verma á þessari stundu. Og þið veljið ykkur minninguna, grípið hana og leyfið henni að tala til ykkar og flytja ykkur til Ómars. Hann var sérstakur með skapið. Þegar eitthvað var stórt þá var hann alveg rólegur og yfirvegaður, veit ég, en lítil smáatriði þau gátu hins vegar að raska ró hans og setta hann úr jafnvægi, eins og við kannski könnumst öll við hvert og eitt með okkar hætti. Hann þurfti ekki heldur mikið pláss, hann var einfari, svona í eðli sínu, má segja, leið sennilega best út á rúmsjó, lesandi bók upp í rúmi, viðandi að sér fróðleik eða einfaldlega á göngu með hundana sína. En hann var alltaf yfirvegaður og úrræðagóður þegar að mikið bar við. Mannarúlegastur, en svona þessi litlu og lítil fjölraugu smáatriði. Þau gátu farið hún í skapið á honum. Þetta, eins og við segjum, kunnustu öll við með okkar hætti. En hann var umfram allt hann sjálfur, eins og þið veitum, með öllum sínum hliðum sem auðguðu líf ykkar meir en hægt er að færa í orð hér í dag og það mun hann sannarlega gera áfram alla daga. Það sem allt sem hann gaf ykkur og skilur eftir sig í ykkar lífi og fylgja ykkur áfram og tala til ykkar með sínum hætti og það var auðvitað umfram allt ykkar lífslán. En við erum mynd á það hér í dag, þar sem við erum á þessari stundu að öll er mörgu stund undir sólinni og allt hefur sinn tíma. Og með andláti Ómars er horfinn á braut fallegur og ljúfur og góður og eftirminnilegur maður sem setti svip sinn á svo margt og á svo margvíslegan hátt og umfram allt á ykkur sem elskuðu hann og fylgdu honum í gegnum lífið. Og við minnumst hans með mikilli hlýju og kveðjum í djúpri þökk. Ég vil bera ykkur kveðjur frá fólki sem ekki gat verið með okkur hér í dag, frá Ágústu og Magnúsi og einnig frá Huldu Kristjánsdóttur og fjölskyldu í Forsæti. Og alla í Ferjunesi sendir einnig kveðjur sínar sem og Ingvar Guðna, Dísa og fjölskylda í Tanga. Og einnig biðja Pálína og Jón fyrir kveðjur sem og Karen. Og að lokum berast kveðjur frá Edinborg, frá Pálínu og Alexander og Galína. Og eins og ég nefndi áðan, þá var það Ómari afskaplega mikils virði að komast í tengsl við rætur sínar og sögu og skyldfólk í Skotlandi. Og það leitaði mjög snemma á hann á lífsleiðinni að komast í tengsl við skoskan föður sinn.
Og Ómar komst að því undir það síðasta að hann átti jafnframt 3 bræður. Það var lengi vel ekki einfalt að hafa upp á fjarlægu skyldfólki landa á milli. En svo var það þannig með betri tækni og tengingum þá breytist það og Ómar fékk góða aðstoð og tókst svo loks að ljúka leitinni sem hafði hafist þó nokkuð árum áður þegar hann komst að því að hann átti margt skyldfólk þar í Skotlandi. En þá tókst að hafa uppi á bræðrunum sem hann þar átti árið 2019 og þótt heilsunni hafði hrakað á þessum tíma þá urðu þarna úr 2 utanferðir og fagnaðarfundir hans og 2 eftirlifandi bræðra Ómars og var það reynsla og upplifun sem að skipta hann afskaplega miklu máli. Og má segja að með því hafi hringnum verið lokað og lífssagan fengið þann kafla sem að hafði vantað. Og svo heyrum við þessi orð úr ritningunni. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Og Guð kallar okkur öll hvert og eitt. Það er engin vafi á því og hann kallaði á Ómar inn í þetta líf og hefur hvatt hann aftur á sinn fund. Kallaði á hann aftur til sín að þessu lífi loknu og þar hvílir hann umvafinn kærleika Guðs og náð alla eilífð og við leggjum hann þar hér í dag til hinstu hvíldar fyrir okkar leyti. Og þökkum fyrir allt það sem við fengum að eignast og njóta með honum og í gegnum líf hans og nærveru og áhrif. Og við getum sagt að við sjáum eitt og annað í þessu lífi og skynjum margt hvert með okkar hætti en við sjáum þó ekki ennþá og munum aldrei sjá akkurat hvað bíður á morgun. En við getum treyst við að Guð, hann bíður okkar þar. Leiður okkur í gegnum morgundaginn eins og hann leiddi okkur í gegnum daginn í gær og hér með okkur á þessari stundu og á þessum degi. Og hann blessi og varveiti minningu Ómars í hjörtum og hugsunum ykkar allra sem fylgdu honum í gegnum þetta líf og megi algóðu Guð blessa þig líka og leiða sem enn ert á leið þinni í gegnum þetta líf. Og hann umveifi þig kærleika sínum og náð hér og nú og alla tíma í Jesú nafni. Amen.
Byggjum saman í Drottins nafni. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú okkur. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú okkur. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú okkur. Og lætu þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Í augum mín hafa séð hjálpræði þig, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra lífa, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemda líf þínum, Ísrael. Algóði Guð og Faðir, þökkum þér fyrir ljósið þitt, nálægð þína í þessu lífi, fyrir það að þú ert okkur öllum nærri, öllum stundum, dag frá degi og yfirgefur okkur aldrei. Þú sem ert uppspretta lífsins og ljós. Við biðjum þig, góði Guð, að leið okkur og styrkja á þessari stundu. Opna hugi okkar og hjörtu fyrir þér og fyrir nálægð þinni, kærleika þínum og náð. Og megi þú fylla hugsanir okkar og hjörtu. Og minn okkur á að ekkert tekur í raun enda. Að þú leiðir allt til lykta og stefnið því aftur inn í kærleiksríkt ljós hjá þér, þar sem allt lifir, vex og dafnar. Og þökkum þér fyrir Ómar, fyrir líf hans allt og fyrir tíman allan sem að baki er og fyrir allt það sem að í honum er fólkið, allt sem okkur var gefið í gegnum líf hans, í gegnum orð hans og gjörðir og nálægð hans og áhrif. Við leggjum það allt í þínar hendur og biðjum þig að geyma það allt og halda á minningunum með okkur í gegnum allan þann tíma sem að bíður okkar í þessu lífi. Og við þökkum þér fyrir lífið, fyrir ljósið sem frá þér einum kemur og fyrir von eilífs líf sem við eigum í syni þínum og drottni okkar Jesú Kristi. Þú sendir inn í þennan heim og að við mættum finna þig og leiðina til þín. Í Jesú nafni. Og allar okkar bænir, hugsanir, tilfinningar og allt sem á okkur hvílir, skulum við leyfa okkur að leggja saman í þá bæn sem að Jesús sjálfur hefur kennt okkur og biðja hvert með öðru og hvert fyrir öðru og segja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn og tilkomið þitt ríki. Þinn vilji og röst ég og síðan og dagleg og fyrirgef og skortur svo sem við erum og fyrirgef og skuldir
eiginlega ósýfir, heldur frelsa oss. Ber þitt ríki, mátturinn og virðin, Amen. Í Jesú nafni. Amen. Things for sing reina, rivers of living it's been much more concern. Aus Merkel, as glory Bröðum okkur að rísa úr sætum. Lofaðu sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krists sem eftir íkildi miskunnarleysi hefur endurfætt okkur til lifandi sonar fyrir uppreisn Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði, ég uppreisn og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu, ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða. Og af jörðu skaltu aftur upplýsa. Almáttugir Drottinn, veit ómæli þína eilífu Guð og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hvíli í þínum friði, umvafinn náðþyngni og kærleika, sem að engan endi tekur. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Að þitt aldrei í Kristi kraft sinn. Og þú sætt þá þórin. Meina Drottinlegur bless. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Og Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Og Drottinn lyfti sína augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags Anda. Amen. Og Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir Drottinn okkar, Jesú Krist. Amen.